Þín frábær. Það er sólsögu. Ég geti með nýja Bauhaus 975. Þetta er alveg eins og gleraugun sem ég kaupa það í Dynjanda. Það var 550 eða 500 kall túska. Eða miklu meira bensín í og eða miklu meiri tími í að þetta er smá mun að semi. Ég held að það sé líka svolítið svona stórt vandamál hjá okkur. Ef eitthvað fellur ekki inn í einhvern kassa þá er það þó við hefum aldrei hugsað út í þennan kassa og hvort að hann hafi eitthvað rétt á sig. Þá bara er hann ekki í kassanum og þá er það kvartað eða kært eða sem við getum lagað hérna bara með að beita heilbrigði skynsemi og skilning og umburðarlyndi og samkennd og þeir ríku geta farið að styrkja hérna efnaminni með því einfaldlega að kaupa ís eða snjóvél upp í Bláfjöll, styrkja Bláfjöllin eða þeir geti boðið upp ódýra dagspassa og ódýrari rútuferðir uppbyttir fyrir krakka. Ég man bara að ég var í skóla og bara alltaf ef maður átti pening á við þá fór maður upp í Bláfjöll. Ég og Pési og Gauji og Reyni og Atli og það var einmitt bara með betri dögum mínum á unglingsaldri, það var bara upp í Bláfjöllum með Hnjúka, Gíg og Gvendarbrunna og Heiðmörk. Bara vera út í náttúrunni, ekki fara og ég mynd það bara fyrir þetta Íssetuna, rosa margir að labba og fara á æfingu, bara svona þungir bara, og ég maður var sjálfur bara að geða þetta peppa sig upp í að fara
heim í æfingagallann og fara síðan að æfa og koma síðan heim, gera matinn og fara að sofa, þú veist. Það er miklu betra að fara bara eitthvað út í náttúruna og gera þessar æfingar bara út í náttúrunni. Og fá orku frá náttúrunni og jarðtengingu. Það hljómar svolítið kjánulega en við vitum öll að jafnvægi, við tökum góðar ákvarðanir og sanngjarnar í jafnvægi. Og þegar að vera ótækur aðeins reyna að fá til að kaupa eitthvað á þess að gefa þér tíma til að hugsa það, þá er það yfirleitt eitthvað sem þú sérð eftir að hafa skrifað undir sko, eða keypt eða. En sölufólk vill oft svona bara klára söluna og er oft ekkert veit að viðskiptavinurinn á eftir að sjá eftir þessu þannig að eigi ekki eftir að gera þetta þegar hann er búinn að hugsa betur út í þetta þannig að it's now or never, það er bara svona klára söluna. Og við vitum að mannskjörn hafa ekkert við þetta að gera. Og við þurfum að hætta því. Við þurfum að hætta að óta að fólki einhverju vörum sem að veita þeim bara skammtíma ánægju og eða eftir að enda inn í geymslu eftir mánuð og er aldrei notað. Ég veit ekki hvað búið að selja mikið að æfingatækjum á sjónvarpsmarkaðnum og sem hefur aldrei verið notað. Og ég veit ekki hvað við eigum mikið að drastlinn í geymslunni á okkur sem enginn er að nota. Það kostar eitthvað geðvægt mikið þannig að þú vilt ekki gefa einhverjum eða við erum að fara í gegnum geymslunum og þar. Og við sjáum, já, hann Árni strákurinn að strikka, hann getur náttúrulega gaman að þessu hérna. Það tekur þetta. Eiri Tryggva. Heldur hann Árni soninn, heldur hann er ekki alveg spenntur að fá hérna lána fjallahjól eða fjastir hann bíl sem að Kári, strákurinn þinn, átti og er hættur að nota og þetta er svona bensínbíll eða rafmagnsbíll eða þannig getum við og ég lofa því að Árni svona Tryggva hann myndi aldrei gleyma því hver þú ert eða sonur þinn sem átti innan bíl eða auðahjól eða hvað sem er. Þá festist þið inn í minningunni, góðri minningu, tengist ykkur. Þannig tengjumst við og gerum heiminn betri með því að gefa á okkur. Þú sést, snillingur ert Óli. Þú verður að fara að borga fyrir þetta. Nei. Já, ég mynd svona. Ég fæ borgað fyrir þetta með brosum. Ég ætlaði að fara inn á mömmu, 30 skall eitthvað, þú náttúrulega sagði bara að það var 6.000 og eitthvað inn á aðabóðum, það var 1100 skall daginn sko. Já, ok. Ég lagði bara 6 og 5 inn á mömmu, mamma lánaði með 5.000 skall í gær. En já. Og ég borgaði henni það og lagði 1500 viðbótarn ég ætti fyrir sígarettur. Og ég keypti mér sígarettur. Ég keypti síðan súkkulaðimjólk. Og vantar eiginlega bara mjólk ofan í kaffið. Og þetta er massa fín mjólk í kaffið maður. Jú, ég keypti líka svona. Handa mömmu. Blink 182 eða Turk 182. Bæði fucking frábæri fyrirbæri